Guð blessi ykkur öll. Guð blessi ykkur öll stórkostlega. Við erum aftur hér til þess að gera okkar rannsókn, til þess að gefa Guði dyrðina og muna eftir Guði og líka að með okkar bænir í endanum að biðja Guð að lækna okkur, að vera með okkur, þannig að þið skulu líka verið undirbúin fyrir bænina sem við erum að fara að gera. Og nú höldum við áfram að tala Jesú Krist og þetta eitthvað sem ég hafði talað nú þegar sem ég var búin að kenna, en stundum fólk sem skilur ekki alveg og spyr mig aftur, þannig að í dag ætlum við að kenna þetta aftur sem guðlast gegn andanum. Og það fólk sem spyr mig aftur, hvað guðlast gegn andanum? Og við ætlum að lesa hér í Matteusar Guðspjall, kapli 12. Og við lesum frá vers 22. Og við munum gefa Guði dyrðina og það stendur hér: Þá var maður færður til Jesú, haldinn illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann svo að hinn mállausi gat talað og séð. Allt fólkið var furðu lostið og sagði: Hann þó ekki sonur Davíðs. Þegar fólk heyrði svo margt Jesú Krist, þau spurðu hvort að þetta væri sonur Davíðs. En farísearnar sem voru þar alltaf, að því að farísearnar voru alltaf að elta drottningin, til þess að gagnrýna honum, til þess að fylgjast með og sjá hvað drottinn myndi gera illa, til þess að gagnrýna honum. Þannig að farísearnar sögðu, þegar þeir heyrðu sögðu þeir: Þessi maður rekur ekki út illa anda nema með fylgdingi Belzebúls, höfðingja illra anda. Kannski á þessum tíma var þetta grísk orð sem þýddi djöfull. Þannig að Jesú Kristur hér í vers 25, hann vissi hugsanir þeirra, sem sagt faríseana, og sagði við þá: Hvert það ríki sem sjálfu sér sundurþykkt leggst í auðn, og hversu borg eða heimili sem sjálfu sér sundurþykkt fær ekki staðist. Og drottinn hafði rétt fyrir sér. Ef Satan rekur Satan út, af því þetta það sem þau sögðu, að Belzebúl, sem var sem sagt djöfullinn sjálfu, og hann var að segja að drottinn væri að gera þessi kraftaverk því að hann var að gera þetta í nafni djöfulsins. Þannig að stendur hér: Ef Satan rekur Satan út, hann sjálfum sér sundurþykkur. Hvernig fær ríki hans þá staðist? Þannig að allir þessi hlutir sem komu fyrir Guði gerast fyrir okkur líka hér í dag. Þegar við berum vitnisburði, það eru margir sem að bera vitnisburði til fjölskyldunar eða til nágrannana eða vinirnir, þau kringum þau, og þau bera vitnisburði kirkjuna og drottni og segja: Í kirkjuna mína talar Guð. Jesú Kristur, Guð hefur gefið okkur spádómsgáfan, hann hefur gefið okkur sýnir og drauma og hann gerir sig opinbera í okkar kirkju. Og þegar fólk heyrir það, þau segja strax, þau sem trúa ekki og þekkja ekki orð Guðs eða vegir hans eða syst Guð, þau byrja að gagnrýna og að segja: Þetta kemur ekki frá Guði, þetta kemur frá djöflinum. Og það það fyrsta sem þau segja, að þetta kemur frá djöflinum. Og eins og ég segi, þá þetta yfirleitt sama fjölskyldan eða þau sem eru nánustu, sem vil ekki trúa. Þannig að þau byrja strax að dæma og gagnrýna. En það það sama sem kom hér fyrir Jesú Krist. Þannig að við hér, eins og Jesú Kristur líka, segjum að ef Satan rekur Satan út, hann sjálfum sér sundurþykkur. Þannig að kirkjan hefði ekki staðist í svona langan tíma ef þetta væri Satan sem að gera sig opinbera hér.
Það hafa liðið 50 ár síðan að heilugum andi talaði við okkur og hann sagði við okkur að safna saman af því að hann ætlaði að búa til mjög stór söfnuður í Kólumbíu og víða heiminn og fyrir 50 árum til dagsins í dag hefur kirkjan stækkað rosalega mikið. Það eru sirka 1200 kirkjur í meira en 60 lönd. Þannig að ef að þetta hefði ekki verið Guð sem var að tala þessum tíma, þá hefði þessar hlutir ekki uppfyllst, þá værum við ekki hér að tala Guð. Og við sjáum uppfyllingu á loforðin hans, þannig að þetta var Guð sem að tala, því að þetta hefði verið Satan eða illur andi, þá hefði ekkert uppfyllst. Þannig að í dag, ef að við erum hér og sjáum undranir og kraftaverkin og táknir frá Guði, blessanir og friði sem að Guð hefur gefið marga, þá tökum við eftir því að Guð var sá sem að talaði og það er Guð sem er með okkur á meðal okkar í okkar kirkjur og það er hann sem að gera sig opinbera. Og sá sem segir eitthvað á móti því, hann er að guðlast gegn andanum. Af hverju er hann að guðlast? Að því að Guð er að tala, það var Guð sem að talaði, það var Guð sem að lofaði og það er hann sem að er að uppfylla allan þessum tíma, þessi loford. Og ef að einhver segir að nei, að þetta var ekki Guð, heldur var þetta djöfullinn, þá er hann að bera saman Guð við djöfullinum. Og þetta er guðlast. Að kasta niður orð Guðs, að segja að þetta séu lygi, að Guð er lygari og að þetta er ekki Guð sem er að tala heldur Satan. Þetta er það sem við köllum guðlast. Þess að guðlast gegn andanum. Og Jesús Kristur segir í vers 27, og ef ég rek illu andana út með fullfengi Belzebúls, með hverju reka þá yðar með það út? Og það var spurningin. Ef að ég er að gera öll þessi kraftaverk og undranir og ég er að kasta út djöfla og gera allir þessir undrar, allir þessi stórkostlega hluti og þið sjáu það, þið eru vitnir til þess, en þið þá, á nafni hvers eru þið að gera þessa hluti sem að þið geri? Þeir voru ekki að gera neitt, enginn af þeim, af því að þeir voru ekki með Guði í hjartanum og þess vegna voru þeir ekkert að gera, þeir voru ekki að gera kraftaverk, ekki undranir, af því að Guð var ekki með þeim og Guð gerði sig ekki opinbera í þeirra líf og það sem að þeir gerðu var að dæma og gagnrýna Drottinn, en þeir höfðu ekki Guð í hjartanum í lífi þeirra. Og vers 28 segir hér Drottinn, en ef ég rek illu andana út með Guðs anda, þá er Guðs ríki þegar yfir yður komið. Þannig að við myndum segja, ef að við í okkar kirkja, ef andinn Guðs hefur gerð sig opinbera í 50 ár og hefur uppfyllt allt sem hann hefur lofað okkur, það hefur verið stækkun í kirkjuna og opinberun andleiku gjöfunum, það hafa verið kraftaverk, gjafir, undranir, táknir. Það þýðir að Guð býr í söfnuðunum okkar, að Guð býr í okkar hjarta, að hann lifir og hann er á meðal okkar allra sem erum að predika. Það er það sem það þýðir. Og hér í vers 29 stendur, eða hvernig fær nokkuð brotist inn í hús hins sterka? Hann er að gefa hér í raun og veru dæmi. Eða hvernig fær nokkuð brotist inn í hús hins sterka og rænt eigum hans nema hann bindi áður hins sterka, þá getur hann rænt hús hans. Þannig að ef að þessi þjófur sem að kemur, hann þyrfti þá fyrst að binda sterka manninum eða fjölskyldu eða hvað sem er, svo að þeir koma ekki á móti honum. Þannig að það stendur hér, nema hann bindi áður hins sterka, þá getur hann rætt húsans. Og svo kemur hér, hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundurdreifir. Þannig að hann var að segja, þið treystið ekki á mig. Þið treystið ekki að ég sé með Guð og að í gegnum anda Guðs gerir kraftaverki. Þannig að þá eru þið mínir óvinir. Og sá sem að hann er að segja, þau sem eru ekki sammála mér og
trúa ekki ég sé með heilögum anda til þess að gera þessi kraftaverk. Þið eru að eyðileggja ykkar andlegu líf og lífi hjá þeim sem eru að hlusta á ykkur eða sem eru í kringum ykkur, sem eru vitni að því sem að þið gerið. Og það er það sem að það þýðir að sundurdreifast. Og í vers 31 þá er Guð að kenna og segja. Og hann segir, þess vegna segi ég yður, hver synd og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin. Sem mannkynið. En guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Þannig að hann er að segja, engum verður fyrirgefið þegar hann guðlast gegn andanum, gegn Guði. Þannig að í þessu skipti, og þetta er það sem að margir skilja ekki. Og þeir spyrja, hvað er guðlöstun? Og hér er þetta mjög skýrt. Þegar Jesú Kristur, þegar honum var sagt að hann væri djöfullinn, hann væri Satana, hann kom frá Guði, honum var sagt að hann kom frá Satana og Satan væri að gera kraftaverkin. Við predikum líka Jesú Krist og heilagur andinn og andlegu gjafinar og við predikum opinberum heilögum andan í kirkjunni og fólk sem er frá öðrum kirkjum segja að þetta komi frá Satan eða djöflinum, að þetta sé illur andi. Svona talar fólk okkur og þetta er guðlöstun. Þetta er guðlast gegn andanum, gegn Guði. Að því að við höfum séð hönd Guðs og opinberun hans í okkar líf. Og Guð, þegar hann gerir hlutina, þegar hann gerir loforðin, hann uppfyllir og hann gerir góðu hlutina, réttlætu hlutina. Það er ekki djöfullinn, hann gerir ekki kraftaverk, hann læknir ekki fólki, hann er ekkert góður við fólk. Hann gefur þeim ekkert frið, ró, hamingju eða gleði. Af því ef að djöfullinn myndi gera það, þá færi hann í raun og veru að fara á móti sínu sjálfu. Djöfullinn er þar til að gera illir verkir, en Guð er þar til að gera það góða. Og við erum með lofar frá Guði og við erum sem vitnisburðir, við erum sem vitnir að hann hefur gert margt sem er gott og miskunnarfullur í okkar líf og við biðjum til hans og við leitum að honum. Og þar erum við að predikera í okkar kirkju, í okkar söfnuður. Þannig að ég endurtek það sem að Guð var að segja við þau. Hver synd og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Þannig að þegar einhver fyrir að dæma annað mann, þeim verður það fyrirgefið. En ef einhver syndgar eða guðlast gegn andanum, verður það aldrei fyrirgefið. Þannig að með þessari ímynd höfum við náð að hugsa hvað það er sem að þýðir að guðlast gegn andanum. Og stendur í vers 32, hvenær sem mælir gegn mannsyninum verður það fyrirgefið. En að því hann er að tala hér sem sagt mannsyninum sem manneskja. En hann segir hér, en þeim sem mælir gegn heilögum anda verður ekki fyrirgefið. Hvorki í þessum heimi né í hinum komanda. Og við sjáum að þetta kom fyrir Jesú Krist. Og þetta gerist enda fyrir okkur að því eins og ég sagði, það eru margir sem að segja að kirkjan sé frá djöflinum og þetta kom ekki frá Guði. Þannig að þau sem að dæma og sem að mæla í gegn okkur, þau hafa aldrei séð Guð, þau hafa aldrei séð kraftaverk eða undra, þau hafa aldrei haft heilögum anda með sér, þau þekkja ekki Guði, en þau halda áfram að elda okkur og að dæma án þess að þekkja en að vita neitt og það er það sem við köllum guðlöstun og guðlast gegnum andanum. Og í vers 33 þá segir Jesú Kristus sem tilmæli, annarkvort er tré gott og ávöxturinn góður eða tréð vont og ávöxturinn vöndur. Því af ávöxturinn þekkist tréð. Þannig að fólk sem að hefur fengið
kraftaverkin sem að hafa sér kraftaverkin og táknin frá Guði hafa séð ávöxturinn. Það að segja að söfnurinn tréð og eins og stendur hér, annarkvort tré gott og ávöxturinn góður, þannig að söfnurinn tréð sem að ber góðum ávöxtum, að því að hann hefur gert mikið af kraftaverkum og undrunum, hann hefur læknað fólk, hann hefur gefið frið og ró og það það sem að Guð gerir. Þannig að þetta tré að gefa góðum ávöxtum en bondatréð að gefa vondum ávöxtum sem eru þau sem eru að dæma og gagnrýna frá því sem þau eiga ekki og sem að eru afbrýðisöm og eru að dæma og eru að synda með því að guðlast gegnum andanum. Og þetta synd sem að mun aldrei vera fyrirgefið. Og ég vona að þetta sé eitthvað sem allir skildu í dag og þið verðið að vera meistarar í orð Guðs, þið verðið að vera meistarar. Og þau sem eru að hlusta á okkur í fyrsta skipti eða hafa nýlega byrjað að hlusta á okkur, þið munu læra af fagnaðarerindinu. Svo að Guð getur notað ykkur einn dagur til þess að predikera orð ykkur að fagnaðarerindi til alla. Guð blessi ykkur öll. Við ætlum nú að biðja. Kæri Faðir, að eilífu, ég vil þakka þér Guð fyrir þínum kærleika, fyrir miskunnina þína, fyrir þínum samleika og loforðin sem eru heiðarleg og þú uppfyllir loforðin í okkar líf. Við höfum séð þínum völduga hönd í gegnum öll þessi 50 ár og hvernig þú hefur opinberað þig stórkostlega að uppfylla orð eftir orð að því sem þú hefur talað og sagt við okkur. Við höfum séð hönd þína, við höfum séð táknina þínar, kraftaverkin og opinberu þinni. Takk kæri Faðir, við treystum á þig. Þú lifir, þú ert sannleikur. Við viljum lofa þig og blessa þig. Takk Faðir. Og núna, ó Faðir, í nafni Jesú Kristi, þín elskaður sonur, ég bið þig að rétta út hönd þína yfir þau sem eru veik. Sjáðu ó Guð hversu mörg eru veik. Þau eru með líkamleg veikindi í þeirra líkama. Þau eru líka með andlegu veikindi þar sem að illir andar hafa tekið yfir fólkið og lífið þeirra hafa tekið yfir þau og leyfir þeim ekki að búa, ekki að lífa með frið og ró. Né gleði, heldur eru þau veik og eru kvalin af illum öndum að því að þeim hefur verið bölvað. Ó Guð, vertu að hreinsa og lækna, vertu ó Guð að horfa upp að heimil hjá öllum, vertu að taka í burtu rifrildi, blessaðu börnin, það eru líka margar óléttar konur. Ó Guð, vertu að blessa þær, vertu að blessa þeim og börnin sem eru á leiðinni. Ó Guð, blessaðu, ó Faðir, gerðu kraftaverk og undanir og vertu að hjálpa hjónaböndin sem að eru að fara í gegnum erfiðleikum, sem að vilja skilja, sem að skilja ekki hvort annað, af því að djöfullinn að vinna gegnum þeim til þess að ná þeim í burtu, en þú ert miskunnarfullur ó Faðir, vertu að frelsa alla í nafni Jesú Krist. Við viljum þakka þér. Dyrðina og heiðurinn sé fyrir Guð. Nú ætlum við að syngja til Guðs. Kór 87 sem bera titli Drottinn minn hirðir. Si me faltan mis padres, tú no me faltarás, y si todos me abandonan, tú me recogerás. En medio de las pruebas, tú me consolarás. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. En horas de tristeza, en horas de dolor, traigo a ti mi vida, bendito Salvador. En ti paz y consuelo, mi alma encontrará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. La hora ya se acerca cuando Jesús vendrá. La iglesia que él espera en gloria le verá.
en gloria infinita, al mundo alumbrará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Gloria a mi Señor, gracias a nuestro Dios, que mi Dios los bendiga a todos grandemente y que mi Señor haya escuchado la oración y las oraciones de ustedes y el Señor sea actuando en sus vidas con tantos milagros y señales que Él siempre promete. Señor les bendiga, los amo en el Señor.